og sólin skín hérna inn gluggana sem minnir okkur á lífið, að sólin kemur alltaf upp að nýju í hinni eilífu hringrás. Við ætlum að fagna lífinu í dag og þakka fyrir allar gjafir Guðs sem við höfum þegið á borði Drottins. Við skulum hefja þessa stund á því að segna og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Andar. Amen. Við biðjum: Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda þinn með okkur svo að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tímum sorgar megi von lýsa upp allt myrkur, svo að við megum líta með skilningi tilbaka. Þakka stundina sem við lifum og horfa með vongleði til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika, að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Kveðjustund okkar yndislega vinar, hans Rikka, kom upp í hugan orð sem eru úr orðskviðunum og mér finnst eiga einstaklega vel við hann á þessari stundu. Þar segir: hjarta mannsins velur leið hans, en Drottinn stýrir skrefum hans. Amen. Bresta á grænum
Stund okkar ástkæra Rikka, þá minnumst við hans með hlýju. Rikki var einstakur maður, traustur, hlýr og umhyggjusamur og lífslaupið hans ber því glöggt vitni. Það fer því vel á því í dag að lesa á bréfi Páls postula til Galatamanna og það hljóðar svo: Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott. Amen. Og þessi orð Páls postula eru okkur öllum hvatning til að gera slíkt hið sama og hann Rikki gerði og ástundaði í sínu lífi. Þreytumst ekki á að gera það sem gott er, meðan tími er til. Amen. Og nú ætlar Allan Sigurðsson að koma og syngja og leika hér lag sem að þeir Rikki tóku oft saman. Þá spilaði Rikki á trommurnar og Allan á gítarinn. Kærleikur og tíminn læknar sár. Eitt ár í tímans hafi, 100 ár. Við erum vinir, þú og ég, og við öskum þennan veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Hamingjan fyrir handan horn. Hún liggur þar og bíður stundarkorn. Og við röltum, þú og ég, öðrum hvorn þennan veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Eitt víst og aldrei fær því breytt, að þú og ég, við erum yfirleitt alveg eins og vera ber, alveg sama hvernig fer. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Í andans heimi vítin, vegg og há, og samt að dyrum lokið upp á gátt. Týndi sauðir tínast heim, dregnir opnum höndum tveim, hönd í hönd saman við, þú og ég. Kærleikur tími læknar sár.
Eitt ár í tímans hafi, 100 ár. Við erum vinir, þú og ég, og við öskum þennan veg. Þú og ég, þú og ég, þú og ég. Ó já, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Þá ætlum við að rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þegar Jesús sá mannfjöldan þá gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóvarir því að þeir munu jörðina erfa. Og sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeir mun miskunna verða. Og sælir eru hjartarhreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjandur því að þeir munu Guðsbörn kallaði verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þér, þá eru menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagni því að laun yðar eru mikil á himnum. Amen. Náð sé með okkur og friður. Þakklátum huga kveðjum við héðan frá Hjarðarlótskirkju Ríkharð Jóhannsson, eða hann Rikka eins og við þekkjum hann best. Rikki lést á Silfurtúni sunnudaginn 9. febrúar á 99. aldursári. Sæluboðin og fjallræðinni sem hér voru lesin þykir mörgum vera einhver fegusti boðskapur sem finna má í Biblíunni, enda kristallast í þeim meginboðskapur Jesú Krists, forskriftin að heill okkar og hamingju. Þar brýnir Jesús fyrir okkur að lifa í deginum í dag og njóta þess sem er. Það gerði Rikki sannarlega og þannig uppskar hann gjafirnar sem því fylgir,
að lifa lífinu lifandi. Hann bjó yfir stóískri ró og innri frið og náði með því á sinn hátt að tengja saman himinn og jörð. Því fer vel á því að gera hinn fallegu orð úr sæluboðunum að yfirskrift þessara kveðju stundar. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Þeim fylgir mikil blessun fyrir þann sem eftir þeim lifa. Þar birtist Guð okkur, meðal annars í góðu samferðafólki. Rikki sáði fræjum góðvildar og gleði hvar sem hann kom og var ríkur af dýrmætum eiginleikum. Trúmennska var ein af þeim. Hann var trúr sínum lífsgildum og trúr þeirri köllun sinni að snerta líf fólks með ljúflyndi sínu og góðmennsku. Gleðin var hans aðalsmerki sem og þakklætið sem hann bar svo ríkulega fram úr sjóði hjarta síns. Og það fengum við samferðamenn hans að reyna. Ég kynntist honum Rikka fljótlega eftir ég kom til starfa sem prestur hér í Dölum og með okkur tókst góð vinátta. Hlýja og hjálp sem mér efst í huga þegar ég minnist hans. Sá hæfileiki sem hann bjó yfir vakti strax aðdáun mína. Hvernig hann mætti hverju manni nákvæmlega á þeim stað sem hann var og hann var algjörlega fordómalaus. Hann hafði meiri áhuga á að tala það sem máli skiptir en að velta sér upp úr neikvæðri umræðu. Og hann bar þá einlægu trú í brjósti að ekkert getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs. Hann trúði því að eitthvað stórkostlegt tæki við að þessu lífi loknu og óttaðist það ekki að deyja. Með lífi sínu var hann sannur ljósberi fyrir okkur öll þau sem í kringum hann voru. Ríkharður Jóhannsson, Rikki, fæddist á Akranesi 14. september 1926. Hann lést í Búðardal 9. febrúar síðastliðinn. Foreldrar hans voru Sigríður Kristín Sigurðardóttir, húsmóðir, og Jóhann Berg Guðnason, byggingafulltrúi og slökkviliðsstjóri. Þau Sigríður og Jóhann eignuðust 2 syni. Yngri bróðir Rikka var Sveinn, fæddur 1929. Hann lést 22. nóvember 2013. Rikki ólst upp á Akranesi og nam húsgagnasmíði hjá Axel Eyjólfssyni og lauk sveinsprófi árið 1948. Árið 1952 fór hann svo í framhaldsnám í húsgagnasmíði til Kaupmannahafnar. Hann vann við smíðar þar til hann kynntist eiginkonu sinni, Guðbjörgu Sigurðardóttur, og tóku þau við búina gröf í Laxárdal af foreldrum hennar. Guðbjörg var fædd 22. ágúst 1925 en hún lést árið 2011, 25. janúar. Foreldrar Guðbjargar voru Kristín Margrét Ólafsdóttir og Sigurður Hólm Sæmundsson, bændur að gröf í Laxárdal. Þau Guðbjörg og Rikki gengu í hjónaband 11. júní 1962 en í febrúar það ár höfðu þau eignast frumburð sinn, Anna Margréti. Börn þeirra Rikka og Guðbjargar eru 2. Margrét fædd 20. febrúar 1962. Eiginmaður hennar Jón Bjarni Guðlaugsson. Þau eiga 4 börn. Ívar Hólm, Önnu Guðbjörgu, Ríkharð Hólm og Dögg Hólm Bjarnadóttir. Maki Önnu Guðbjargar Allan Sigurðsson og eiga þau 2 syni, Samúel Bjarna og Sigurð. Maki Daggar Hólm Róbert Steinar Aðalsteinsson. Yngra barn þeirra hjóna var Jóhann Hólm, fæddur 8. ágúst 1964 en hann lést 12. júní 2020. Hann var kvæntur Jónínu Kristínu Magnúsdóttur og eiga þau 3 börn, Bergþóru Hólm, Sigurð Loft og Helgu Dóru Hólm. Maki Bergþóru Katarínus Jón Jónsson og börnin þeirra 2 eru Jóhann Elís og Dagbjört Jóna. Maki Sigurðar Lofts Helga Ingibjörg Þorvaldsdóttir. Þeirra börn eru Þorvaldur Ingi og Alexía Rós.
Maki Helgu Dóru Hólm Ísak Sigfússon. Þau eiga einn nýfæddan son. Þau hjónin, Rikki og Guðbjörg byggðu upp húsakost og ræktun í Gröf og samhliða bústörunum hélt Rikki áfram að starfa við smíðar. Árið 2006 var heilsu Guðbjargar verulega farið að hraka og þau fluttu í Búðardal á dvalarheimilið Silfutún og þá tók Jóhann sonur þeirra við búinu á Gröf. En til þess að geta verið nálægt konu sinni á Silfutúni þá flutti Rikki þangað inn sem leigjandi, ekki vistmaður, og hann var það lengst af, leigjandi á Silfutúni. Hann gat komið og farið eins og honum sýndist. Það var ekki fyrir síðustu árin sem hann lifði sem hann var tekinn inn sem vistmaður. Það var Rikka mikið áfall þegar Guðbjörg lést árið 2011. Já, hún hafði átt við erfið veikindaglíma og hafði verið bundin við hjólastól í 32 ár. Rikki minntist hennar oft með svo mikilli hlýju sem náði inn að hjartarótum og það duldist engum að söknuðurinn var mikill. Það sem hjálpaði Rikka var hvað hann var allatíð sjálfbjarga og sjálfstæður og var umhugað að fá að halda því eins lengi og hann mögulega gæti. Hann vildi fá að vera undir stýri í sínu eigin lífi og hann gerði það svo sannarlega. Það veitti honum frelsi að hafa bílinn og geta farið frjáls Hann vildi alltaf vera á ferðinni. Já, hann vildi alltaf vera á ferðinni. Stoppaði oft ekki lengi ef hann kom í heimsóknir því hann á svo margt sem hann var búinn að setja á dagskrána fyrir daginn. Rikki var félagslyndur og jákvæður og fólk naut þess að vera samvistum við hann. Hann hafði ungur gengið til liðs við skátarhreyfinguna á Akranesi og átti slagorðið eitt sinn skáti, ávallt skáti. Og það átti allatíð vel við hann þetta slagorð. Það mótaði hann einhvern veginn alla tíð. Rikki var fordómalaus og framsýnn, hafði sterka réttlætiskennd og lét sig varða mannréttindi og alþjóðamál og var virkur í að styðja við góð málefni. Já, rútínumaður var hann. Skipulagður og mikill rútínumaður. Hann var árrisull og byrjaði daginn á því að hjóla. Það gerði honum gott. Það má segja að Rikki hafi alltaf verið mikill hjólagarpur því að hann fór út í hvaða veðri sem var og lét veðrið ekki stöðva sig. Hver minnist þess ekki að hafa hitt Rikka á fallegum morgni eða góðum degi í byrjun dags á hjólinu sínu með sólgleraugun og húfuna ofan í augum. Það var eins og ég upplifði það sjálf því ég náttúrulega bjó í næsta húsi við Silfutún. Ég gat stillt klukkuna eftir honum. Því þetta var alltaf á sama tíma. Og eftir hádegismat var svo iðulega farið í sund og það var líka daglegt brauð að fara í sund. Hann elskaði að vera í vatni. Það var næstu því að þetta stilla eins og ég segi klukkarnir eftir þessum ferðum. Já, hollustan var í fyrirrúmi og hann hugsaði alltaf vel heilsu sína. Hann var ekki bara hollur við aðra, heldur hollur sjálfum sér. Áhugamálin voru mörg. Rikki var mjög hagur í höndum, skar út í tré og málaði. Og eftir hann liggja mörg falleg verk og ég veit að fjölskyldina á ýmislegt fallegt sem hann hefur búið til handa þeim. Rikki las mikið og var tíður gestur á bókasafninu. Það leyndi sér ekki að hann var vel lesinn og fróður. Rikki hafði brennandi áhuga á trúmálum í seinni tíð og hafði gaman að því að rökræða tilgang lífsins og velta fyrir sér ýmsum tilvistarspurningum. Hann bankaði oft upp á hjá mér með bók í hendi sem hann rétti mér og bað mig að lesa og kom svo nokkru dögum síðar og vildi fá að ræða bókina. Hann hélt mér sem sagt við efnið. Þetta voru fræðandi og góða stundir því að
líka fyrir mig sem prest þetta voru svo ánægilega stundir að því það var hægt að fara á henni eiga svo djúpar samræði við hann. Rikki leit svo á að öll trúarbrögð hefðu eitthvað til síns máls. Hann var heillaður af búddismannum sem var margt líkur því sem Kristur boðaði, umburðarlyndi, góðmennsku og hófsemi og mikilvægi þess að vera í góðum tengslum við sinn innri mann. Og þannig náði hann að byggja upp þennan innri frið sem okkur öllum svo nauðsynlegur til þess að geta átt innihaldsríkt líf. Svo var það tónlistin. Hún skipaði stóran sess í lífi Rikka. Hann hóf snemma að spila í hljómsveitum á Akranesi og má þar sem dæmi nefna EF-kvintett, hljómsveit Úle Östergaard og Fjarkan. Hann lék listavél á saxafón og klarinett og spilaði einn á trommur og harmoniku. Síðar kom hann fram við ýmis tækifæri í Dölunum og víðar og starfaði meðal annars með harmonikufélaginu Nikolínu og var tíma formaður þess. Rikki var með fullkomnunar áráttu sem eiginlega ágerðist í seinni tíð því að ef honum fannst hann ekki vera nógu góður þá neitaði hann að spila og það var ástæða fyrir því að hann var farinn að missa svolítið heyrn undir það síðasta og sennilega hefur það reynst honum erfitt þá að blása í klarinettin. Það þurfti alltaf að vera 100% enda hann var svo mikill fagmaður. En svo kom að því einhvern tímann núna seinni árin að hann lagði saxafón á hilluna og var sáttur við það. Rikki hafði gaman að því að ferðast og seinni árin fór hann meðal annars til Mexíkó og Kúbu, þá komin áttrætt. Hann fór einnig í bændaferði til Ítalíu og spánaferði með góðum vinum. Einnig ferðaðist hann með Nikolínu landið á harmonikumót. Og ég fekk nú að heyra sögu af einni ferð Nikolínu til Akureyrar og þeir gistu þar nokkrir félagarnir á gistiheimili og það var dönsk frú sem rak gistiheimilið. Hún hafði strangar reglur og þær voru einar þær að þeir þurftu að vera komin heim klukkan 11 til þess að fá að komast inn. Þeir mættu örlítið og seint því miður og það var bara búið að læsa. Og það var bankað á dyr og frúin danska kemur til dyra og hún var þungabrún. Þeir vissi ekkert hvað þeir áttu að gera en þá grípur Rikki til þess bragðs að búka sig og beygja og segir mademoiselle og tala dönsku við hana og það léttist á henni brúnin og þeim var hleypt inn og þetta var alveg Rikki í hnotskurn. Það var alltaf reisn yfir Rikka, það var alveg sama hvað hann gerði, hvort sem hann var alvörugefinn eða í einhverjum fífla, hann gerði allt svo fallega og af miklu virðingar brag. Og svo var hann alltaf svo flottur í tauginu og þegar var verið að fara yfir myndirnar sem í sálmaskránni, þá tókum við til þess hvað hann var alveg eins og klipptur út úr tískublaði, hann var svona flottur. Hann var algjör heimsborgari í raun þegar maður horfir á hann. Það var þessi mikla hógværð og prúðmennska sem einkenndu hann alla tíð líka. Hann var ekkert að trana sér og aldrei heldur stóð þarna fáaður og fínn alltaf og það var tekið til þess. Það var allt, þetta var svo náttúrulegt og tilgerðarlaust. Og prúðmennskan nú eitt af því sem að margir hafa haft orða á, prúðmennskan, hann var alltaf svo prúður hann Rikki og þá fékk ég þessa sögu sem að sögð var hjá viðkomandi sem minntist hans fyrir prúðmennskuna. Það var ekkert sem gat hrófla við honum. Það kviknaði í gröf
bara skömmu eftir að þau voru bara nýbúin að reisa húsi, þá kviknaði í gröf íbúðarhúsinu þeirra. Og Rikki, flestir hefðu nú kannski brugðist við með öðrum hætti, en Rikki hélt ró sinni, keyrði heim að næsta bæ sem var Engihlíð, bankaði á dyrnar og beið eftir einhver kæmi til dyra. Bað síðan að fá að hringja eftir aðstoð, það væri að kvikna í húsinu þeirra. Á meðan beið fjölskyldan út í bíl. Þannig að þetta er falleg saga. Þannig að hann bara treysti því að það myndi allt saman fara vel. Þó ýmislegt bryti á honum í lífinu, þá gafst hann aldrei upp. Það hjálpaði honum að hafa alltaf nóg að gera, og þegar Magga og fjölskylda ákvaða að reisa sér bústað á Gröf, tók hann því fagnandi og hugur hans var allur í því verkefni. Hann var alltaf á leiðinni inn að Gröf eftir þessi húsbygging byrjaði, og við sáum minna af honum þá í Búðardal, en hann var svo glaður. Og þar dundaði Rikki sér við að mála, lista og smíða flestar helgar. En best fannst honum að vera innan fólkið sitt. Hann naut þess einnig að eiga góða vini í Búðardal og ber þá sérstaklega að nefna Bjössa á Sunnubrautinni, Björn Stefán Guðmundsson. Þeir Rikki náðu vel saman og tóku sér margt fyrir hendur, enda lágu áhugamálin víða saman. Tóku báðir virkan þátt í félagslífinu, voru meðlimir í kirkjukórnum og höfðu brennandi áhuga á tónlist. Og það reyndist Rikka erfitt þegar Bjössi féll frá árið 2018. Og maður fann það vel á honum. Hann dró sig svolítið í hlé, en svo einhvern veginn náði hann sér alltaf á strik aftur, það sama hvað gekk á. Líf Rikkars Jóhannssonar, hans Rikka, grundvallaðist á sterkri trú allt frá barnæsku. Hann tilengaði sér þau grunngildi sem bænin byggir á, og það hjálpaði honum þegar öldubrimi skall á í lífi hans. Jóhann, sonur hans, lést langt fyrir aldur fram árið 2020 eftir hetjulega baráttu við krabbamein. Það var mikill harmur fyrir fjölskylduna og fyrir allt samfélagi hér. Það var harmur sem hann lá hérna yfir öllu, því að hann var elskaður og velmetinn, hann Jóhann. Það er án efa mesti harmur nokkurs manns að missa barnið sitt, sama hver aldurinn er. Því miður ekki til neitt leiðavísir fyrir það eða leiðsögn hvernig á að takast á við svona mikinn harm. Rikki sýndi mikið æðruleysi og bar harm sinn í hljóði. Hann vildi vera til staðar fyrir börnin hans Jóa og fjölskylduna sína og klappaði þeim á öxlina, stelpunum, og sagði: nú verðum við að vera sterk. Það er fallegt. Hugsið ykkur kærleikann og styrkinn. Já, ríkidæmið hans Rikka var eiginkonan hans, Guðbjörg, börnin 2, Margrét og Jóhann, barnabörnin 7, Ívar Hólm, Anna Guðbjörg, Ríkharður Hólm, Dögg Hólm, Bergþóra Hólm, Sigurður Loftur og Helga Dóra Hólm og tengdabörnin. Þetta er allt samheldin fjölskylda, og langafabörnin orðin 7 talsins, og það nýjasta fæddist í janúar. En Rikki náði að hitta litla drenginn, hennar Helgu Dóru, og það er svo þakkarvert. Rikki elskaði fólkið sitt umfram allt annað. Hann var ljúfur og góður faðir, afi og langafi, og fólkinu sínu góð fyrirmynd. Hann naut þess að vera innan barnabörnin sín og var stoltur af þeim, og þau minnast þess að Rikki hafi alltaf verið til í að leika og sprella, og hláturinn hans kom öllum í gott skap. Ég hugsa að Rikki hafi ekki leyst það sjálfur að verða stundum eins og lítið barn þegar hann var að leika við barnabörnin sín. Ekki minnkaði áhuginn þegar langafabörnin bættust við, og hann vildi fylgjast vel með hvernig gekk hjá öllum,
og var að hringja til athuga hvort að nýjasti fjölskyldumeðlimurinn væri nú komin í heiminn, litli drengurinn sem fæddist í janúar. Og það þakkavert að hugsa til þess að hann hafi náð að hitta þau öll og að þau eiga einhver af þeim myndir af sér með afa og þau fá síðar á ævinni að heyra sögur af afa sínum, honum langafa Rikka og hvað hann var skemmtilegur og góður. Rikki lifði fábrotnu en innihaldsríku lífi, hann laðaði að sér fólk, var vinamargur og sást það vel þegar hann hélt upp á 90 ára afmælið sitt í Dalabúð. Það var margt manninn sem kom þar saman til að fagna með honum og Rikki lifði svo lengi á þessum degi. Hann var svo ánægður og sáttur og það var svo margt fallegt sem að þar var látið falla í hans garð, falleg orð. Rikki naut þeirra blessunar að vera heilsuhraustu fram til síðasta dags. Hann gerði allt sem mögulegt var til að halda andlegu og líkamlegu heilbrigði og það hjálpaði mikið. Það gerði lífið auðveldara að vera á bíl og komast leiðar sinnar. Rikki keyrði nánast fram á síðasta dag en þegar hann fann að réttast væri nú að fara að leggja inn skírteininu þá gerði hann það sjálfur, haustið 2024. Hann vildi það frekar en að vera skikkaður til þess að skila inn skírteininu. En síðustu dagarnir voru honum erfiðir og fljótlega ljóst að útlitið var ekki gott og Rikki lést í faðmi fjölskyldunar á Silfurtúni þann 9. febrúar, eins og áður kemur fram. Það eru margir sem hugsa með hlýju til hans Rikka og ykkar fjölskyldunar í dag. Og kveðjur hafa borist frá þeim sem ekki áttu heimagengt. Steinunn Lilja frá Engihlíð sendir innilega samúðarkveðju til ykkar allra og þykir leitt að hafa ekki getað verið með ykkur í dag. Vinakveðja frá Jónasi, Áslaugu og Kidda frá Hömrum með þakklæti fyrir yndislegar stundir. Og ég hef verið beðin að flytja kveðjur frá heimilisfólki og starfsfólki Silfurtúns og þakka þau fyrir samfylgdina og skemmtunina gegnum árin. Rikki spilaði oft á trommurnar og saxofón í samverustundum með Halldóri þar. Það er ein stund sem er ógleymanleg og það er þegar að köllunum, eldri mönnunum var smalað saman á þorrablóti eða á kvöldi á Silfurtún og þeir klæddu sig í kvenmannsföt og sýndu tískusýningu. Og þetta poppaði upp í símanum hjá mér daginn að því ég var þarna á þessu kvöldi. Og þeir skemmtu sér mest af öllum og hann gat sem sagt sett alla þarna, fengið þessa kalla sem ég hef aldrei getað ímyndað mér að myndu nokkuð tíma að fara í kjóla eða pils eða hvað sem var og setja á sig hárkollur. Þetta er ógleymanleg stund en svona hafði hann mikil áhrif og það voru allir tilbúnir að taka þátt í gleðinni. En ég hef verið beðin að flytja kveðju frá félagi eldri borgara sem og kór eldri borgara sem vilja koma framfæri þakklæti fyrir innihaldsríkar og góðar samverustundir og Rikka verður sárt saknað. Svo er það meðlimir Kirkjukórs Dalaprestakarls og hér hefur maður staðið oft fyrir altarinu og haft fólki sitt hér á móti þar sem þið söngmennirnir standa nú, Rikki og Bjössi og Þórður og allir hinir og Halldór við orgelið og þetta allt saman eins og fjölskylda. En meðlimir Kirkjukórs Dalaprestakarls þeir vilja færa Rikka sömuleiðis þakki fyrir hans framlag í söngnum sem og ómetanlega stundir í söng og gleði. Það verður erfitt að fylla skarðið en sem hann skilur eftir í þeirra hóp. Bænin sem ég las hérna í uppáhaldi var í miklu fylgdi Rikka alltaf. Þetta fyrirgeðu, það runnu saman setningar en þess átt að koma næst. En hann skilur eftir sig mikið skarð í þeirra hóp kórsins. Svo vil ég segja ykkur frá því að ég las, það var bæn sem fylgdi Rikka alltaf, hún var í miklu uppáhaldi
Og þessi bæn var eftir Gísla á Ufsölum og hún var svona eins konar ákall til Guðs að sleppa aldrei af sér hendinni og lýsa sér leið. Og það gerða. Og honum verður áfram lýst leiðinni yfir. Og nú elsku vinur okkar haldinn af staði sína hinstu för til móts við Guðbjörg og Jóhann og þau sem á undan hafa gengið í nýja höfn sem einkennist af kærleika, friði og eilífu ljósi. Og þið, ástvinir góðir, sem eftir sitjið og saknið sárt, eigi marga góða minningar sem munu ylja komandi tíð. Hlýjan og eljusemin, sögurnar og brandararnir við eldhúsborðið, símtala sem spurt frétta, sérstaklega varðandi barnabörnin sem áttu hug hans og hjarta. Við minnumst Rikka með þakklæti fyrir tíma hér á jörð og þá arlið sem hann skilur eftir sig. Við höldum minningu og heiðri hans á lofti með því að sýna fólkinu okkar elsku og alúð. Sýna sömu elju og æðruleysi og hann sýndi í lífsins verkefnum. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran vin í arma miskunnar Guðs. Guð varveiti útgöngu hans héðan í frá og að eilífu. Guð geymi þig, Rikki minn, og gæti í friði sínum. Amen. Við biðjum, Guð Faðir á himnaríki, í himnaríki miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins,
miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra þjóða. Ljós til opinberunar þeim sem ekki trúa og til vegsemdar líð þínum. Amen. Við biðjum, lifandi Guð, við þökkum þér fyrir líf Ríkards Jóhannssonar og fyrir það að fá eiga hlutdeild í lífi hans. Blessað alla góðar minningar og gerðu þær að uppsprettu gleði, visku og kærleika. Við treystum því að þú hafi nú umvafið hann þinni elsku í eilífðinni. Blessaðu ástvini hans sem sakna og syrgja, umvefðu þau öll kærleika þínum og gef þeim styrk, æðruleysi og frið. Hjálpaðu okkur hverju og einu að rækta með okkur von og lífsgleði, þrátt fyrir brothættan heim og veruleika dauðans. Það spyrjum við í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir okkar felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.
Amen. Lofaðu sig Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veittu honum, Drottinn, þína eilífu hvíld og láttu þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen. Let
ég